Kæru félagar, takk fyrir komuna í dag. Samherjamálið eitthvað sem það gat aldrei neitt annað gerst. Við erum búin að eyða undanförnum áratugum og þegar ég segi við, þá segi ég þetta við stjórnmálastéttin okkar og fólk sem telur sig svona heila talandi stéttir. Það gat aldrei annað gerst ef við eyddum áratugum í dekur við auðstéttina. Ef við eyddum áratugum í það að hlusta og leyfa fólki sem telur það siðferðislega skyldu samfélagsins að dekra svolítið vel við útgerðarmennina, þannig að hafið það svolítið gott og eru tilbúin að leggja hvað sem að veði og engin kostnaður of hár til þess að fámennur hópur útgerðarmanna hafið það gott. Og bara til að það sé alveg á hreinu hvað þetta fámennur hópur útgerðarmanna, að þá 90 manna hópur sem fær 70% af auðlindarentunni fyrir íslenska fiskistofninn. Þetta 90 manna hópur, þetta eru 20 fyrirtæki. Og í þessu verkefni að búa til lénsherrakerfi, ofurvalds af mikilli natni, hefur allt verið lagt að veði. Hér tvær yngstu kynslóðirnar okkar eiga raunar ekki möguleika á húsnæði. Við búum við heilbrigðiskerfi sem svo þjakað af niðurskurði að við sjáum ekki fram á að geta bætt það. Og það þrátt fyrir að 85.000 manns hafa á sínum tíma skrifað undir söfnun og áskorun og hver einasti flokkur, hver einasti þingmaður, hver einasti stjórnmálamaður sem situr þarna komst þarna inn á því loforði að standa ekki í vegi fyrir því að sótt yrði eðlileg renta og ríkið yrði fjármagnað með eðlilegum hætti, þannig að hér var hægt að byggja upp velferðarkerfi, þar með heilbrigðiskerfi. Við búum við það ítrekað að menn lofa og brjóta þau. Þröskuldurinn í íslensku stjórnmálum fyrir það að ljúga svo lágur að menn eru hættir að taka eftir því að þeir gera það. Þannig að það verið að skapa hérna land hversdagssiðleysis. Þar sem einhverjir fótgönguliðar, siðleysingja og ótrúlega kultúrslausar auðvaldsstéttar í bland við nautheimska og ólæsa stjórnmálastétt, kultúr, eru af mikilli natni að föndra upp einhvers konar furðulega draumsýn að í 370.000 manna samfélagi á jaðri heimspekilega eigi að búa til einhvers konar hugmyndafræðilega hreint markaðskerfi þar sem að við tökum allt saman nema útgerðarmennina og setjum á eðlilegan markað. Þannig að í því umhverfi á undanfarnum áratugum hvernig gat það annað gerst en að þessi menn færu til annarra ríkja og gætu með engum hætti keppt sem einhvers konar eðlilegir kapitalistar, eins og fólk sem rekur pylsusjóppur eða rekur tölvuveikjarverkstæði hérna eða annan eðlilega rekstur. Þessir menn hafa aldrei búið við það að reka fyrirtæki á einhverjum eðlilegum máta. Þannig að sjálfsögðu fara þær ekki til Namibíu eða Morókó eða Grænlands og hegða sig með einhverjum eðlilegum hætti. Og Ísland í dag útflutningsaðili auðlindarbaular. Okkur tókst með auðlind sem fiskurinn, sem í eðli sínu með innbyggða tekjudreifingu vegna þess að það bara mjög flókið að ná í hana. Það mannaflsfrekt að ná í hana. Það þarf mikil infrastruktúr til þess að ná í hana. Það beinlínis þarf bara að sleppa því að búa til kerfi þar sem þú föndrar upp auðlindaböl eins og í olíu og demansnámum, þar sem það bara að grafa hólu og það rignir upp peningum. En þetta tókst okkur og þetta erum við búin að vera að hrósa okkur og þegar ég segi við, þá sjálfsögum við Hólmsteina þessa lands og aðra leiguliða að hrósa okkur fyrir út allan heim fyrir okkur að við tekist með svo ótrúlegum hætti að ýta undir þvílíka verðmætasköpun að annað eins sjáist ekki. Og það þrátt fyrir að Danmörk, sem nú ekki þekkt fyrir að vera neinn sérstök sjávarútvegsþjóð, fái margfalt meiri verðmæti á hvert kíló heldur en Íslendingar. Það þrátt fyrir það að markaðsverð í Noregi, þar sem að íslenskir útgerðarmenn tala endalaust það að norskur
norsku sjávarútvegurinn sé nú bara svo hallærislegur, hann sé svo ríkisstyrktur og það sé svo ógeðslega mikið af byggðarpólitík í honum að því ekkert að líta þarna. Það eru margföld meiri verðmæti. Staðreyndin sú að það búið að sannfæra stóran hópa fólki að það sé siðferðislega rétt að við mokum undir Þorstein Má og Kó. Og Þorstein Má og Samherji ekki rotið epli, þeir eru afleiðing af þessu græðgiskerfi. Og allir sem vilja sjá, og allir sem nenna að lesa eitthvað flóknar en tweet, hugmynd sem kannski þarf heila bók, skilja að það þarf alltaf að bregðast við því og ýta með einhverjum krafti undir eðlilegt jafnræði í samfélagi. Vegna þess að við skattleggjum ekki bara skriljónamæringa, vegna þess að fjármagna fína hluti eins og skóla og heilbrigðiskerfi. Við skattleggjum þá líka til þess að sjá til þess að þeir eignist ekki gjörsamlega allt. Að þeir gleypi ekki menningarlífið, að þeir gleypi ekki siðmenninguna, þeir eignist ekki fjölmiðluna, að þeir rústi ekki húsnæðiskerfinu, að þeir leggja ekki landið í þrot. Það ástæðan. Það eru siðferðislegar og það eru efnahagslegar og það eru pragmatískar ástæður fyrir því að við grípum inn. Vegna þess að græðgi aldrei mettuð og græðgi ekki góð þó að hólmsteinar þessa lands hafi sannfært okkur það og þó að fjármálaráðherra þessa lands hafi verið alinn upp við það af ótrúlegu kúltúrsleysi að það sé einhvers konar samhengi milli þess að vera gráðugur og metnaðarfullur, þá græðgi ekki góð. Metnaður og samkennd það sem við þurfum. Og svo segja þessi menn sem eru gjörsamlega búin að gefast upp á því að hugsa heila hugsun og bera svo litla virðingu fyrir okkur að þeir senda Elliða og Sigríði Andersen í sjónvarpsþætti til að leggja fyrir okkur einhvers konar siðferðislega ramma eins og þessi gjörspilltu fúskarar geti einhvern veginn sagt okkur einhverja línur. Svo segja þessi menn að við þurfum nú að taka þessu svolítið rólega og það megi nú ekki dæma og það megi alls ekki sjá eitthvað samhengi í því að það sé búið að fletta ofan af því að menn hafi verið að svindla hérna á sjómönnum með því að lækka hluti þeirra. Það megi alls ekki sjá neitt samhengi milli þess að aldrei náist að rukka neina almennilega réttu fyrir þetta og það má alls ekki sjá neitt samhengi milli þess að Morgunblaðið fari ofboðslega mjúkum höndum Eyþór Arnarson. Og að sjálfsögðu það ekki mútur að taka við 300 milljóna gjöf frá Samherja, að sjálfsögðu ekki. Og hvernig átti hann að vita að hér kæfi beilinus úr félagi sem hefur það hlutverk að múta fólki? Það sem mun gerast núna og þegar farið að gerast ólíkt í öðrum spillingamálum þar sem fólk segir, þar sem fótgönguliðavaldsins segja við skulum nú slappa og mögulega það nú að skoða eitthvað leikreglunar. Að þá allt í einu í þessu máli leikreglunar alveg skýrar og allir hafa fullkomið traust til þess að hér séu algjörlega reglur sem að nægja til að halda utan með þetta. En við skulum alls ekki skoða þetta í pólitísku samhengi. Og svo spyrja menn, ef enginn fylgir boðorðinu 10, hvaða vitið þá í því að setja boðorðinu 20? Hvaða máli skiptir að við setjum nýja stjórnarskrá? Og ég ætla bara að viðurkenna það að það var alveg tími þar sem ég var ginnkeyptur fyrir þessu. En þetta ekkert mjög flókið. Það enginn flokkur sem komst á þing eftir hrun, ekki einu sinni Sjálfstæðisflokkurinn, sem lofaði öðru en að vera tilbúin að skoða endurskoðun á stjórnarskránni. Sjálfstæðisflokkurinn var tilbúin að skoða en vildi ekki kollvarpinni. Allir aðrir lofuðu því. Og einn kóngurinn, hann lofaði nú mestu og hann heiti Sigmundur Davíð. Og það brauta. 85.000 manns skrifuðu undir það að við ætlum að bjarga hérna heilbrigðiskerfinu og það væri forgangsatriði. Enginn þingmaður, ekki einn einasti, á þingi nema í skjóli þess lofans. En ekkert gerist. Og svo lofaði nú einn stjórnarflokkur því að hann myndi aldrei færa atkvæði yfir til Bjarna Ben. Það væri mjög öruggt að kjósa þessa fínu Katrínu Jakobsdóttur. Hún myndi sko ekki færa atkvæði frá almenningi yfir til valdsins. En það gerðist samt sem áður. Þannig að hvernig skiptir máli að við fáum nýja stjórnarskrá? Það skiptir máli vegna þess að almenningur búinn að segja hann vilji það. Vegna þess að þúsundir manna hafa tekið þátt í þessu. Við kusum þetta og það fúsk og það kúltúrsleysi á einhvers konar sturlunarstigi.
að stjórnmálamenn segir bara, já, ég meina, skiptir þetta máli, þetta nú bara ráðgefandi. Við erum að ganga í gegnum furðulustu tíma á friðartímum í Evrópu vegna ráðgefandi kosningar sem heitir kosning Bretland sem að fara á Evrópusambandinu, Brexit. Þetta eitt sturlaðasta verkefni sjálfskaða sem nokkur land hefur farið í. En það dettur engum í hug í þeirri stjórnmálastétt þeirra að það sé bara hægt að sópa atkvæðagreiðslu út á borða því að tæknilega séð þurfum við svo sem ekkert að hlusta á hana. En, kæru félagar, takk fyrir að koma hérna. Það sem ég vil segja næst að nú vil ég að við förum að hugsa hvernig við vinnum. Við ætlum að vinna þennan slag og samherjamálið dregur fram hvers konar ógeðfellt lénsherrakerfi kvótakerfið er. Samherjamálið dregur fram að við höfum því miður mörg hver sem ólust upp hérna í höfuðborginni horft fram hjá því hvernig þessi menn hafa rústað smáum byggðum og við skuldum því fólki sem við vorum ekki nógu duglega að standa með afsökunarbeiðni og hérna stöndum við með þeim. Samherjamálið dregur fram að ef við ætlum að ná einhverjum breytingum þá förum við og tökum yfir stjórnmálaflokka. Þeir eru vel fjármagnaðir og það leyfir okkur að skipuleggja okkur. Nú rekum við okkar fulltrúa sem hafa sagst vera tilbúin að gera breytingar í vinnuna. Við viljum plan og við viljum að skrifstofurnar mæti og starfsfólki sé að búa til einhverja strategíu og stjórnmálamenni sé að gera eitthvað annað en að setja Facebook-statusa. Vegna þess að óvinnurinn er skipulagður, hann er með skýra hierarkíu, hann er vel fjármagnaður og hann veit nákvæmlega hvað hann vill. Þannig að eitthvað dundur, það sem við ætlum öll að vera ofsalega krúttlega og þetta verður rosa gaman, það er það sem hefur hingað til ekki virkað. Nú förum við og tökum við stjórnmálaflokkana og við vinnum næstu kosningar og við tökum þetta kerfi í gegn og setjum nýja stjórnarskrá í gegn. Takk kærlega, kæru félagar.